Verið velkomin í rökkræðuna. Í dag tökum við fyrir eina af þessum stóru spurningum sem liggur í hjarta Biblíunnar og svolítið kjarnin í umfjöllum Marie-Noël Thaput. Sambandið milli lögmálsgvöð og frelsis mannsins. Hemilt. Og spurningin sem í raun að velta fyrir okkur þá þessi. Lögmálið, eins og það sett fram allt frá Mósebókum og alveg til fjallræðunar, það raunverulegu leiðarvísir til frelsis? Eða það kannski þannig að hinar hörðu kröfur þess og hugmyndin guðlega áætlum seti frelsi okkar í raun miklu þrengri skorður en við viljum viðurkenna? Nákvæmlega. Mín sýn sú að lögmálið sé í eðli sínu gjöf sem frelsar. Það ekki fangelsi, heldur veggvísi að sönnu sjálfræði og þroska. En ég mun halda því fram að þegar við skoðum þetta nánar þá grafi fullkomnanna krafan og hugmyndinum fyrirfram ákveðna kosmíska áætlun undan allri hugmyndum raunverulegt óskora frelsi. Það sem heilar mig við þá sýn sem Thaput dregur upp að hún byrjar að þessari grundvallarhugmynd að Guð hafi skapað mannin frjálsan. Þetta ekki eftir áhugsun. Í bók Ben Sira þetta sett fram á svo einfaldan og beinskettan hátt. Ef þú vilt, getur þú haldið boðorðin. Þetta lykilsetning. Valið lagt í hendur mannsins. Þegar Guð segir, ég hef lagt fyrir þig eld og vatn, líf og dauða, þá þetta ekki einhver blekking. Þetta raunverulegt val og þá lögmálið ekki íþyngjandi byrða, heldur eins og Thaput orðara, leiðarvísir af frelsinu. Það kærleiksríkt leiðsögn föður sem vill börnum sínum alltaf besta. Þetta endurspeglast svo fullkomlega í Salmi 118, þar sem salmaskaldið fagnar ekki yfir einhverju oki, heldur gleðst yfir lögmáli drottins sem leið til blessunar. Og þegar Jesús kemur til sögunar, þá afnemur hann þetta ekki. Hann fullkomnar það. Þetta orð svo mikilvægt. Hann færi kröfurnar dýpra frá ytri verkum til innri hugsunar og býður þannig upp á, dýpri og sannari frelsun frá okkar eigin innri óreið. Já, ég horfi á þetta allt öðrum augum. Þótt að sé talið val, þá verðum við að skoða samhengið. Þegar annar valkosturinn líf og hinn dauði, eða jafnvel helvítiseldur, þetta þá raunverulega frjálst val á jafnréttisgrundvelli? Eða þetta val undir þvingun? Þetta ekki eins og að velja milli tveggja veitingastaða. Þetta líkist miklu meira því að vera sagt að velja rétta svarið með byssu við höfuðið. Þú hefur val, en það ekki frjálst í þeim skilningi sem við leggjum venja það í orðið. Og þegar Jesús svo herðir kröfunar í fjallaræðunni, þar sem reiði allt í einu jafn gildir morði og lostafullt augnaráð jafn gildir hjúskapabrótum, þá setur hann fram, algjörlega ómannlegan staðal. Getur slíkur staðal í alvöru leitt til frelsis, eða ekki líklegra en skapi aðeins stöðuga sektakend og tilfinningu fyrir eigin briskleika. Og til að kóruna þetta allt, þá talar Pál póstóli leyndardóm visku Guðs, sem hann frá eilíð hefur fyrirhugað. Ef öll áætlunin þegar til frá eilíð, hvar þá pláss fyrir mitt frelsi til að hafa raunverulega áhrif? Þú lýsir þessu sem vali undir þvingun, en ekki öll mikilvæg ákvarðan að taka í lífinu þannig að einhverja leiti? Þegar læknir segir þér hætt að reykja að þú deyr, það þvingun eða það skýrleiki sem gerir þig kleift að taka upplýsta ákvörðun? Ég held að lögmálið sé að veita okkur þennan skýrleika. Það ekki Guð sem ógnar, heldur veruleikin sjálfur sem hefur afleiðingar. Ben Sira mjög skýr á þessu. Guð bauð engum að vera guðlaus. Ábyrgðin alfarið mannsins. Frelsið felst einmitt í því að skilja hvað í húfi og geta valið lífið af þekkingu, ekki í einhverju fáfræði. Líking Thaputs krossgöturnar sterk. Lögmálið einfallega landakortið sem sýnir þér hvaða leið líkur til hamingju og hvaða leið líkur til glötunar. Að hunsa kortið frelsi, jú, en það frelsi til að villast. Ég skil líkinguna með kortið, en hvar ef kortið sýnir aðeins eina beina leið til himna og allar aðrar leiðir enda í, glötun? Það þá ennþá kortið við valkosti, eða það bara setta fyrirmælum? Valdajafnvægi milli almáttugs Guðs og dauðlegs manns gjörsamlega ekkert. Það þetta ójafnvægi sem gerir valið svo vafasamt.
Það er ekki verið að byrja samvinnu jafningja, það er verið að krefjast hlýðni. Þetta snýst ekki að velja eina göngulið fram yfir aðra. Þetta snýst að fylgja skepun eða horfast í augu við óendalegar kvalir. Það er erfitt að kalla það frelsi. En þetta leiðir okkur að kjarna málsins varandi kröfur Jesú, því þar er ekki verið að bæta því fleiri reglum, heldur að breyta eðli reglunnar. Lekalorðið er fullkomna. Það þýðir ekki bara að bæta við eða herða. Það þýðir að sýna fram á endalegan tilgang lagana. Hann er í raun að segja, þið hafið fylgt landakortinu með því að forðast ytri syndir eins og morð. Það er gott fyrsta skref. En nú ætla ég að sýna ykkur áfangastaðin sem kortið hefur alltaf vísað á, heilbrigt hjarta. Því rót morðs er reiði og hatur. Þetta er ekki óraunhæf krafa, heldur boð dýpri umbreytingu. Hið sanna frelsi er ekki bara að drepa ekki, heldur að vera laus undan oki reiðinar. Það er frelsun frá henni innri óreiði sem stjórnar okkur. En þessi dýpri umbreyting sem þú talar er nánast ómögulegi framkvæmt fyrir, venjulegt fólk. Hver einasti maður upplifir reiði, hver maður upplifir girnd. Þetta eru grundvallartilfinningar. Með því að setja svo nánast guðlegan staðal er verið að sakfella mannlegt eðli. Lögmáli verður þá ekki sæla, eins og sálmurinn lýsir því, heldur uppspretta stöðugar vanlíðunar. Það ýtir frekar undir örvæntingu en að veita frelsi. Þegar Jesús segir að hver sem horfir á konu í gird hafi því að dríkt hór með henni í hjarta sínu, þá er hann að gera eðlilega mannlega hvöt að synd. Hvernig getur það verið frelsandi? Það hljómar meira eins og uppskrift að, sálrælum kvölum. Ég held þú sért að misskilja markmiðið. Það er ekki að skapa sektarkennd, heldur að sýna fram á það sannur heilagleiki er spurningum hjartalag, það verið að færa ábyrðina heim. Þetta er ekki ákall fullkomnun í þeim skilningi að enginn gerir mistök, heldur ákall að taka ábyrð á innra lífi sínu. Það er ákall að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum sér. Frelsið felst í því að horfast í augu við þessar hvatir og vinna með þær, ekki láta þær stjórna sér í blindni. Ómöguleg staðall fær mig til að velta fyrir mér starra samhenginu. Ef staðallin er svona fáránlega hár að enginn getur uppfyllt hann, kannski er það vegna þess að niðurstaðan er þegar ákveðin. Og það leiði mig beint að því sem Pál skrifar í Efesasbréfinu. Það er ekki verið að tala lítill landakort fyrir daglegt líf. Það er verið að tala alheims sögu. Þetta er ekki bara fræðileg spurning. Ef Pál meinaði bókstaflega að Guð hafi frá eilífðu fyrirhugað áætlun að safna öllu sem til er undir eitt höfuð, Krist, þá hefur það áhrif á allt. Þá er iðrun minn, val mitt, ást minn, allt saman í raun hluti að fyrirfram ákveðnu ferli. Hvar er þá reist mannsins í því? En er handrit endilega andstæðan við frelsi? Margir heimspekingar mundu segja að frelsi öðlist merkingu innan ramma eins og tónskáld sem er frjálst innan reglunar tónlistarinnar eða skáld sem notar form sonnettunar til að skapa eitthvað nýtt. Gæti áætlun Guðs verið sá rammi sem gefur frelsi okkar tilgang frekar en afnema það? Páll lýsir þessari áætlun sem velviljaðar áætlun sem meðar að því að gefa á styrðina. Þetta er ekki áætlun þrælkun, heldur upphafningu. Frelsi okkar er þá fólkið í því að velja taka þátt í þessari skapandi, kærleiksríku áætlun. Þetta er jákvætt frelsi, frelsi til að verða það sem okkur var ætlað að vera, ekki bara frelsi frá reglum. Sú túlkun er vissulega falleg, en hún leysir ekki vandan. Líkingin við tónskáldið virkar aðeins að hluta. Tónskáldið getur valið að semja ljóta tónlist eða enga tónlist. Það getur brotið reglurnar. En ef alheims áætlun Guðs er óumbreytanleg og líkur með því að allt safnast undir Krist, hvaða raunverulega áhrif hefur þá mitt val að hafna þeirra áætlun? Ef lokaniðurstaðan er þegar ákveðin, verða þá ákvarðanir mínar ekki annað en smáatriði á leiðinni. Þabbit bendir á að þessi áætlun hafi verið til áður en sagan hófst. Þá er hættan svo að við séum aðeins leikendur í fyrirfram skrifuðu leikriti. Við gætum haft frelsi til að spinna smávegis í okkar eigin senun, en endirinn er alltaf sami. Það er í besta falli takmarkað frelsi, blekkingum að við höfum einhverja stjórn. Þú lítur á það sem takmörkun, en ég sé þetta sem loforð.
Lofórðum að þrátt fyrir okkar mistök, okkar ranga val, þá til staðar stærri kærleiksríkur vilji sem vinnur að endanlefi sátt. Það þýðir ekki að val okkar skipti ekki máli. Þvert á móti, það gefur því dýpri merkingu. Hver ákvörðun að elska, fyrirgefa eða fylgja lögmálinu verður þáttur í að láta þessa guðlegu áætlun verða að veruleika hér og nú. Frelsið ekki að breyta endalokunum, heldur að velja hvernig við ferðumst þangað og hvort við gerum það í sátt eða andstöðu við þenn kærleika sem uppsprita alls. En þar stöndum við frammi fyrir sömu þversögninni. Ef Guð almáttugur og alvitur og áætlun hans eilíf, þá erfitt að sjá hvernig andstaða mín getur verið annað en hluti af áætluninni sjálfri. Þá jafnvel uppreisli mín gegn Guði fyrirfram ákveðin. Þetta djúpstæð heimspekileg og guðfræðilegu flækja sem textar Páls gera ekki minni. Það hægt að túlka þá sem svo að frelsið okkar sé raunverulegt, en það jafnveld að lesa úr þeim hreina forakvörðun þar sem frelsi mannsins lítið annað en sjónaspil. Í ljósi umræðunar stendur það eftir fyrir mig að þessi textar, þegar þeir eru lesnir í samhengi eins og Þábút gerir, sýna fram á samfellda opinberun á kærleika Guðs. Frá boðorðum Móse sem voru ytri rammi fyrir samfélag til innri krafna Jesú sem miða að heilun hjartans markmiðið alltaf hið söma, að leiðbeina okkur í átt að sönnu frelsi. Það frelsi frá því sem bindur okkur reiði, ótta, eigingirni og frelsi til að lífa í dýpra samfélagi við Guð og náungan. Áskorunin alltaf svo sama, að líta fram hjá bókstafnum og sjá þann kærleiksríka ásetning sem að baki býr. Og þótt ég skilji þá sýn, erum við samt ósamala niðurstöðuna. Fyrir mér skapar þessi guðdómlegi rami óleysanlega togstreyti. Fullkomnu krafan verist einfallega óhá fyrir dauðlegan mann og skapar því kjá frekar en brú. Og hugmyndin guðlega foráætlun, þótt hún geti verið huggun fyrir suma, getur líka virst gera mannlegt líf og baráttu á nokkurs konar eikaatriði í kosmísku leikriti. Spurningun hvort lögmálið í heild sinni sé tæki til frelsunar eða kerfi sem framkalla sektarkennd og vanmatakend, já, hún stendur því enn opin. Alveg rétt, það kannski eitt með það sem gerir þessa texta svo öfluga. Það neyja okkur til að horfst í augum við það hvaða þýðir í raun að vera frjáls, sérstaklega í sambandi við skapara sem sagður bæði almáttugur og kærleiksríkur. Það efni sem býður upp á mun dýpri könnun en við náum að þessum stutta tíma.